Það markaður eru mest spennandi ef ég orðaði þannig núna. Svo markaður sem einstaklega mest spennandi og minnst skrítið að fjárfestar hafa horft lítið til að það fiskeldið. Það mun vera gríðarlegu vöxtur í fiskeldi á Íslandi á næsta árum og Ísland hentar mjög vel til fiskeldis að mörgu leyti vegna þess að við höfum þetta hreina vatn og við getum stjórnað hitanum og getum raun og verið það náttúrulega ekki landeldi, hvort þannig sem sjókvíaeldi eða landeldi, að þá getum við forðast þessi vandamál sem að vera með fisk í hlýjum sjóum eins og sjúkdóma og svo framvegis og fyrir utan svona óbein umhverfisáhrif og farið með þess nærðu með að sleppa fiskum seinna í sjóin að þá minnkar hættan á afföllum alveg gríðarlega og umhverfisáhrifin og þetta einn helsti kostnaður og óvissþáttur en það afföll eins og í sjávarútvegi í Noregi og hefur mjög mikil áhrif á afkomuna. Við getum lágmarkað þetta með að vera í þessu hreina vatni og nota orkun okkar til þess að Ertu þá ekki að tala um alveg umhverfinu? Þá ertu reyna að tala um landeldi svolítið. Já, landeldi og svo sagt, þú segir, gamla aðferðin var að þú sleppur orðið segður miklu seinna. Já. Ég er ekki að tala um landeldi, alls ekki. Ég er að tala bara um það að þú sleppir að tímabilið að stjórnar hitastíðinu og öðru og sleppir fisknum miklu seinna út í sjókvernar heldur náðar og þetta svona þróunin sem hefur verið víða. Þá lágmarkaru allar sjúkdóma og ferinu og þá erum við heldur ekki að eiga við þetta vandamál sem var fyrst að við erum miklu lengur að hann er miklu lengur að ná slátustærð. Hann er bara í sama tíma að ná slátustærð með að hafa hann í og þarna höfum við Íslendingar stjórnar alveg aðstæðum við höfum tækifæri til að stjórna aðstæðum betur en aðrir ef ég skilði þið rétt. Já, það brótir að hagkvæmara, bæði orkukostnaður og aðgangur er líka bara að hreinu vatni. Svo náttúrulega ímyndin, hún er ekkit allt og sterk að vísu. Já, en við erum með mjög góð ímynd. Nú erum við með, mér finnst vera ímyndin á hér innanlands, þá finnst mér hún vera með þeim hætti að það sé fullt af fólki sem er í rauninni á móti fiskeldi til dæmis inn á þessum fjörðum. Mér finnst við sjá mjög oft svona áróður gegn þessu. Það er mikill áróður, það er ekki spurning. Það er mikill áróður innanlands, en ellendis að þá er íslenskur lax heldur dýrara verði heldur en norski laxin. Heldur miklu norski eða síle, þannig að þess að Íslandi með miklu jákvæðara ímynd og ímyndin á íslenskum og þykja miklu gæða meiri fiskur, þannig að þess að segja við okkur tekst að lágmarka og gera þetta vel. Það skiptir náttúrulega miklu máli. Því miður hafa komið upp tilvik sem að menn hafa greinlega ekki verið að vanda sig nógu mikið sem er bara sorglegt og slæmt fyrir greinina og fer illa með ímyndina. En framtíðin er þarna alveg augljóslega. Já, ég myndi að halda þessu. Þetta er allan svona atvinnuvegur sem smell passa fyrir Ísland. Já. Og sama tíma fyrir mér svolítið svona sérstætt að ég las hann í viðskiptablaðinu að það voru menn að þau félög sem að menn held að myndi hækka mest á þessu ári, að það eru félög sem eru án þess að þeir gera neitt verðmæti á þau og hafa ekki sérstaklega skoðað að þá er þetta félög sem er ennþá tekjulaus, mestalega einhver rannsóknarstyrkir og er ennþá rannsókn og þróun og þau hafa hækkar og gríðarlega mikið en það er eins og menn sé ekki átt að segja á því að það er mikla væntingar inn í þessu. Það eru gríðarlega væntingar inn í þessu félögum og einhver getur sagt, þú veist, þetta er svona, en þú veist, þetta er ferill. Fyrst þarf það að komast í það náðu tekjum, einhver svona verulegum umtalsverðum tekjum og svo næsta sem er jafnlega erfiðara, þú veist að það er eitthvað ákveðin hluti fyrirtæki sem kemst þangað í tekjufasan og svo er bara annar ákveðin sem að nær því að sem er oft erfiðari fasi að það er að ná sig yfir í hagna. Já, við höfum náttúrulega talsveit fjalla hér 3 félög, Alvotech, gullgrafarafélagið á Grænlandi, Amarok og Oculus, sem við erum mjög spetti fyrir eins og aðrir. Það er allir gríðarlega spetti fyrir þessu og þetta er svona eins og inn á þessu líftækni gera. Þetta er alveg rétt svo að segja, menn það eru komnar kannski mikla væntingar inn í bréf félaga nú þegar. Kannski Alvotech verður nú aðeins taka út fyrir þetta, það er komið náttúrulega tölvöld miklu lengur, komið umtalsverðar tekjur
og þar allir náttúrulega bara að bíða yfir að þeim takist að snúa sér upp í hagna og það alveg tölur munu þar á og hinnum, en sem eru bara komið svo rosalega stutt. Þess að fæðum með svona, þú veist, eins og maður hefur séð þetta á síðustu 25 árum og fylgst með markaðinum og þá fannst mér þetta svona, sko, svolítið svona lykta af svona bráðlátu sáláti markaðinum. En þess að menn ekki átt að segja á því og margir fjárfestar að þetta svo gríðarlega langur ferill og yfir í því að það fara að skila peningum og það líka rosalega erfitt að verðmynda þessi fyrirtæki, alveg sama hvað er með góða sérfræðing í því, þannig bara við tökum það sem dæmi að það tefstum plönin ganga upp, þetta verður fyrirtæki sem hagna, en bara það að það tefstum 1,5 ára bara pínlítið gerst yfir því að ná að hagna og þá fellur sko kannski gengið 30% og þetta verðmat sem segir að þetta sé 50% undirverðlegt að það bara koma 0. Svo kannski einhver ekstra kostnaði sem aðeins hærri að þá þetta eiginlega að segja bara verðmat félagið svo orðið dýrt sko. Já, ég held að sé alveg það eru mikla væntingar augljóslega komnar inn í þessu félög, það leynir sér ekki. Og þú ert að horfa svona rosalega langt fram í tíman að þá bara hvert ár sem þetta tefst, þú veist, nú er þetta mjög hára ávöxtunarkröfu og það eru gríðarlega mikil áhrif á verðmæti svo að það þarf svo litla breytingar til þess að í raun og veru, þú veist, eitthvað sem segir að þetta sé 50% undir eða yfirverðlegt, þú ert að horfa hérna Suðurströmmurinn kannski koma til 5 ára eða eitthvað svo leiðis að það breytist alveg svakalega mikið.